Með vélvæðingu og bættri tækni til fiskveiða fóru afköst við veiðar að ógna nytjastofnum. Því voru sett lög sem takmarka aðgengi að auðlindinni. Hugtakið fiskveiðistjórnun var til. Hér á landi byggist mikill úrvinnsluiðnaður á sjávarafla. Sjávarútvegurinn skapar efnahagslegan grundvöll fyrir margháttaðan atvinnurekstur. Hagfræðingar hafa lengi velt fyrir sér tengslum, fiskveiðistjórnunar og arðsemi í sjávarútvegi. Þetta annars vegar líffræðilegt vandamál, hvað á að taka mikið, hvernig á aldurssamsetningin á því að vera, hvað hagstæðast að gera í því. Svo kemur hitt vandamáli sem hið hagfræðilega, hvernig á bæði að hvetja menn til þess að taka ekki of mikið og hvernig á að haga málinu þannig að tilkostnaðurinn við að sækja þennan afla verði ekkert allt of mikil. Ísland tók þá ákvörðun á sínum tíma að leggja megin áherslu á að reksturinn væri hagkvæmur og velja úthlutunarkerfi í samræmi við það, sem hefur skilað svo góðum árangri að deilurnar afraksturinn hafa eiginlega ekki stoppað síðan. Það nú sennilega liðin svona 30 ár síðan að fræðimenn í heiminum komast þeirri niðurstöðu að bestu kerfin til að stjórna fiskveiðum væru kerfi sem byggðust á aflarétti, eins og svona þessu aflamarkskerfi sem Íslendingar höfum notað. Þetta var í upphafi fræðileg niðurstaða en síðan hefur hún verið studd reynslu fjölmargra þjóða sem hafa tekið þetta kerfi upp. Það er ekki víst að Íslendingar áttu sig á því en það eru milli 20 og 30 þjóðir í heiminum sem núna nota þetta aflamarkskerfi og alltaf 25% eða fjórðungur af heimsaflanum eru veiddur samkvæmt þessu kerfi. Þetta kerfi og hliðstæð kerfi eru til þess fallin að hámarka þjóðarframleiðsluna. Það er að segja það sem skiptan og auk þess að hámarka vöxt þessara þjóðarframleiðslu. Þannig að það hagnast í raun og veru allir á því að nota svona kerfi. Þótt margt bendi til að fiskveiðistjórnun stuðli að vel reknum sjávarútvegi þarf það ekki endilega að leiða til sáttar fyrirkomulagið. Meðan að veiðar eru ábætasamar og það er alls ekki sjálfgefið. Við erum raunverulega eina þjóðin í Norður-Atlantshafinu sem er að koma út í einhverjum verulegum plús úr sínum veiðum. Þá verða alltaf deilur hvernig á að skipta þessum hagnaði. Ég sé ekki alveg hvernig við komumst hjá því. Það sem oft gleymist í svona umfjöllun afkomu í sjávarútvegi er að stöðuleiki skiptir mjög miklu máli. Mikil pólitísk óvissa, óstöðuleiki í kringum fiskveiðistjórnarkerfið er örugglega mjög óheppilegur fyrir útgerðina og sátt væri mikils virði ef hægt væri að ná henni. Spurningin í framhaldinu er sú hvernig á að skipta þessum ábata. Þegar að því kemur er heimskulegt að fara inn í atvinnuveginn sjálfan og ráðskast með það hvernig hann er rekinn. Það er aðalatriðið að hann sé rekinn eins hagkvæman hátt eins og hugsanlegt er. Miklu skynsamlegra er að beita öðru ráðstofunum í gegnum fjármálins opinbera, uppbóta styrkjakerfi og beinar millifærslur til þess að skipta þessum arði eins og hagkvæmast er. Breytingar á stjórnkerfum fiskveiða þar sem að miklir hagsmunir eru í húfi verða gjarnan ekki fyrr en það er engin leið út, ekki fyrr en allt er í kalda koli og allt það bil að fara til andskotans fyrir ekki orðbragðið. Og þetta sáum við að gerðist 1984. Þá horfðu menn á kvótakerfið sem síðustu tilraunina, svo ætluðu menn bara að gleyma þessu. Útfærsla fiskveiða á Íslandi er tæknilegt atriði. Öll þjóðin vill og allir í þjóðinni það fyrir bestu að við nýtum þessa sjávarauðlind eins vel og okkur í framastund þannig að við höfum sem mestu úr að spila við sem þjóð. Markmið fiskveiðistjórnunar er að vernda nytjastofna og hafa hag af veiðunum á sama tíma. Að mörgu þarf þó að hyggja. Sjávarútvegur og störf tengd honum eru afar mikilvæg í smærri byggðarlögum. Ágreiningur getur komið upp markmið með hagkvæmum veiðum og hagsmuni sumra sem tengjast sjávarútvegi vegna starfa eða búsetu. Ef þú berð okkar fyrirkomulag saman við fyrirkomulag í nágrannalöndunum, að þá er það nefnilega þannig að fæstir hafa látið hagræn sjónarmið skipta eins miklu máli í því hvernig veiðunum er stýrt eins og við gerum. Flestir aðrir líta á sjávarútveginn sem svona hluta af sinni byggðastefnu og hafa minni áhyggjur af afkomunni.
Já, við lítum á samfélaginu ef við tökum þann þátt, það mikil fjárfesting sem er í þessum byggðarlögum. Ég held að þessi þáttur hafi nú ekki verið tekinn beinlínis mjög mikið inn í þegar þetta fiskveiðistjórnarkerfi var byggt upp. Það er líka algjörlega ljóst að það er ekki hægt að reka til lengdar útgerð eins og rekin var á Íslandi á sínum tíma, þar sem var gengið bæði á auðlindina og það var ekki heldur neitt svona hagnaður sem myndaðist í greinin, var ekki nógu til þess að borga fyrir þessa fjárfestingu. Þannig að við þurfum að reyna að finna þannig einhvers konar jafnvægi þannig að þetta mannlíf leggist ekki af. Ef við skoðum hugmyndir okkar sjálfbærni þá fela flestar skilgreiningar á sjálfbærni í sér bæði félagslegan þátt, umhverfislegan þátt og efnahagslegan þátt. En hérna á Íslandi þá skortur oft þennan félagslega, þá bara litið til efnahagslegra þátta eða líffræðilegra þátta eða umhverfisins. Fræðimenn hafa þannig bent á galla í fiskveiðikerfinu þegar horft til þróunar sumra þeirra samfélaga sem byggja tilvið sína að miklu leyti á sjávarútvegi. Ég held að það sé mjög mikilvægt þegar að skoða fiskveiðistjórnarkerfi almennt að við lítum ekki bara á þau út frá líffræði sjávarins eða út frá fyrirtækjunum, heldur við þurfum líka að líta út frá félagslegu þáttum og það er það sem hefur svolítið skort í umræðinni, að það sé skoða þessi félagslega þættir. Megin mistökin sem við gerðum voru þau að skilgreina hugmyndin aflareynslu allt of þröngt. Hagfræðingarnir sögðu okkur að aflareynsla væri einfallega svo reynsla sem að eigendur báta hefðu öðlast. Það er engin fótur fyrir slíkri fullyrðingu, engin hagfræðileg rök eða fræðileg eða kenningaleg, menn einfallega tóku þessa klísju og færðan upp á útveginn. Hefðu við skilgreint aflareynnsluna í víðara ljósi og sagt sem svo, við úthlutum kvótum í hlutfalli við reynslu allra sem koma að málinu. Það eru allir í áhöfninu borð, það er samfélagið, frystihúsið og svo framvegis. Þá myndi blasa við okkur allt önnur veröld. Kvótinn fór til mjög fárra einstaklinga sem urðu mjög vel efnaðir og þeir fjárfesti ekki allir áfram í sjávarútvegi eins og kannski var gert ráð fyrir, heldur fórum peningin annað. Þannig að það hefur þetta félagslega áhrif í byggðunum. Sum pláss hafa fengið virkilegt sjokk við það að kvótinn var tengdur við eigendur skipa sem að síðan fóru annað meðan eða leigðan eða seldu. Þannig að mörg sjávarpláss eru því miður í svona furðulegri stöðu í þessari nálægð við gjöful mið en hafi ekki réttinn til að nýta þau. En það virðist fleira breytt í byggðunum en veiðirétturinn. Eitt sem til dæmis við sjáum í viðhorfunum til dæmis breytt ímynd sjómannsins sem voru áður hetjur hafsins hverfur það svolítið með kvótakerfinu. Og líka á sama tíma þá fara konur að fara úr sjávarbyggðunum og þá fara að streyma inn útlendingar til að vinna í fiski.